En Jesús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilugum anda. Andinn leiddi hann og í 40 daga var hann í eyðimörkinni, þar sem djöfullinn freistaði hans. Ekki neytti hann neins þá daga og þeir voru liðnir var hann hungraður. En djöfullinn sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú steini þessum að hann verði að brauði. Og Jesús svaraði honum: Ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Þá fór hann með hann upp og sýndi honum á augabragði öll ríki veraldar. Og djöfullinn sagði við Jesú: Þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þess, því að mér það í hendur fengið og ég get gefið það hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbiður mig, skal það allt verða þitt. Jesús svaraði honum: Ritað Drottinn Guð þinn skaltu tilbiðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullinn með hann til Jerúsalem, setti hann á brún musterisins og sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér hér ofan, því að ritað hann mun fela englum sínum að gæta þín og þeir munu bera þig á höndum sér, að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum: Sagt hefur verið, þú skalt ekki freista drottins Guðs þíns. Þegar djöfullinn hafði gefist upp við að fella hann, vék hann frá honum að sinni. En Jesús sneri aftur til Galíleu, fylltur krafti andans, og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuðu hann allir. Jesús kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað Andi drottins yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Síðan lukti Jesús aftur bókinni, fékk hann að þjóninum og settist niður, en augu allra í samkundinni hvíldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra: Í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrniðar. Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmu orð sem framgengu af munni hans og sögðu: Hann ekki sonur Jósefs? En Jesús sagði við fólkið: Eflaust munið þér minna mig á orðtækið: Læknir, lækna sjálfan þig. Vér höfum heyrt allt sem gerst hefur í Kapernaum. Ger nú hið sama hér í ættborg þinni. En sagði Jesús: Sannlega segi ég yður, engum spámanni vel tekið í landi sínu. En satt segi ég yður, að margar voru ekkjur í Ísrael á dögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engrar þeirra sendur, heldur aðeins til ekkju í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþráir í Ísrael á dögum Elísa spámanns, og enginn þeirra var hreinsaður, heldur aðeins Naaman sýrlendingur. Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði þeir heyrðu þetta, spruttu upp, hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls þess sem borg þeirra var reist á, til þess að hrinda honum þar ofan. En hann gekk gegnum miðja mannþröngina og fór leiðar sinnar. Jesús kom nú ofan til Kapernaum, borgar í Galíleu,
og kenndi þeim á hvíldardegi. Urðu menn mjög snortnir af kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Í samkunduhúsinu var maður nokkur haldinn var óhreinum illum anda. Hann æpti hárri röddu: Hvað vilt þú okkur, Jesús frá Nasaret? Þú kominn að tortíma okkur? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði þá á hann og mælti: Þegi þú og far út af honum. En illi andinn slengdi honum til jarðar og fór út af honum, en varð honum ekki að meini. Felmtri sló á alla og sögðu þeir hver við annan: Hvílík ræða þetta? Hann skipar óhreinum öndum með myndugleik og valdi og þeir fara. Og orðstír Jesú barst út til allra staða þar í grennd. Úr samkundinni fór Jesús í hús Símonar, en tengdamóðir Símonar var altekin sótthita og báðu þeir hann að hjálpa henni. Jesús gekk að, laut yfir hana og hastaði á sótthitan og fór hann úr henni, en hún reis jafnskjótt á fætur og gekk þeim fyrir beina. Sólsetur koma allir þeir höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum og færðu þá til Jesú. En hann lagði hendur yfir hvern þeirra og læknaði þá. Þá fóru og illir andar út af mörgum og æptu: Þú ert sonur Guðs. En Jesús hastaði á þá og bannaði þeim að tala, því að þeir vissu að hann var Kristur. Þegar dagur rann, gekk Jesús burt á óbyggðan stað, en fólkið leitaði hans og fann hann. Það vildi aftra því að hann færi frá því. En Jesús sagði við það: Mér ber og að flytja hinum borgunum fagnaðarerindið Guðs ríki, því að til þess var ég sendur. Og hann predikaði í samkundunum í Júdeu.